Já, góðan dag. Við erum hér komin í bæjarstjórnarfund nr. 492, stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, 17. mars. Og mættir eru ásamt forseta Kristján Þór Kristjánssoni, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir, Þóra María Arnórsdóttir, Vassilius Sveinbjörnsson, Sigurður Jón Hreinsson, Þóri Guðmundsson, Jónas Þór Birgisson, Steinunn Guðný Einarsdóttir. Einnig eru hér starfsmenn Bryndís Ósk Jónsdóttir bæjarritari og Birgir Gunnarsson bæjarstjóri. Fyrsta mál á dagskrá er endurskoðun verkefnasamninga 2022 tillaga frá fundi Íþrótta- og tómstundinefndar nr. 230 sem fór frá þann 2. mars að bæjarstjórn samþykki verkefni HSF og Ísafjarðarbæjar. Orðið er laust. Það er engin kveðis ljós. Leggið undir samþykki bæjarstjórn þeim sem sammála sem vinsæla gefa merki. Samþykkt 9-0. Og ekki halda áfram með það. Annað mál á dagskrá er húsnæðismál háskólanema stofnframlag og lóðavilyrði. Tillaga frá fundi bæjarráðs nr. 1191 sem fór 14. mars að bæjarstjórn samþykki uppfæra umsókn Háskólaseturs Vestfjarða fyrir hönd óstofnaðrar húsnæði sjálfseignarstofnunar byggingu nemendagarða á Ísafirði. Er að ræða samþykki sem veitir 12% stofnframlag til byggingar nemendagarða Háskólaseturs Vestfjarða að fjárhæð 93.997.600.000. Það var eitthvað skrítið en ég held að það náði þessu. Jafnframt leggur bæjarráð til bæjarstjórnarsamþykki viðauka 3 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar vegna málsins en áhrif á samantekt A og B hluta er auknum tekjur frá 20.320.146 eða hækkun rekstrarafgangs úr 47.800.000 í 68.120.146 krónur. Orðið er laust og Birgir hefur beðið orðið. Birgir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Bara til nánari útlistunar á þessu að þá, eins og kemur fram í gögnunum, þá er áætlaður heildarkostnaður eftir að búið að reikna upp kostnaðaráætlunina rétt 780 milljónir við byggingu á þessum 40 íbúðum. Framlag bæjarins er 12% af því að rétt liðlega 90 milljónir og upp í það kemur síðan gatnagerðar og byggingarleyfisgjöld sem eru rétt 20 milljónir. Þannig að framlag bæjarins er þá 70 milljónir í þessari byggingu og gert ráð fyrir því að þessu ári verði þetta rétt 26 milljónir sem það er að borga og restin þá á næsta ári. Já, orðið er laust. Sigurður, gjör svo vel. Það er mjög mjóð. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það var ágætt að fá þessa örstuttu skýringu hjá bæjarstjóra. Já, þannig að einhvern veginn kom ég þessu ekki alveg saman að þannig að við varum að tala kostnaðið fórum á 20 milljónir en áhrif á samstæðuna væri samt sem aður aukin rekstrarafgangur 20 sko. Það einhvern veginn fór ekki alveg saman hljóð og mynd en ef við erum að fara að leggja út 26 milljónir þess ári það hefur samt áhrif á bæjarsjóðum aukningu á rekstrarafgangi 20 milljónir og á næsta ári erum við þá að fara að borga 70 milljónir í peningum með þessari framkvæmd. Er það rétt skilið? Takk. Já, orðið er laust. Birgir, gjör svo vel. Forseti, heildarframlag bæjarins er 12% af heildarupphæðinni og framlagið er þá rétt rúmlega 90 milljónir og upp í það koma þessi byggingarleyfisgjöld sem eru 20, þannig að þetta eru 70 milljónir sem að bærin þarf að leggja í þetta og af því eru 26 milljónir á þessu ári og restin á næsta ári. Þessu 70 milljónir. Já. Liðlega 40 milljónir þá á næsta ári. Arna, gjör svo vel.
Forseti ágætu bæjarfélag, það er vona að Sigurður spyrji. Þetta er mjög ruglisleg tillagan. Því flestir skilja ekki þegar maður þarf að borga eitthvað að rekstara afkoma hans aukist þegar maður þarf að borga eitthvað. Það er allavega í venjulegu heimilisbókhaldi þá virkar það ekki þannig. Þannig að það mætti þá allavega að skýra rauninni bókun við þetta mál svo að íbúar skilji hvað hér er verið að gera. Mér langaði að spyrja, ég er náttúrulega fagnar þessu máli og ég held að þessi nemendagarðar eigi eftir að hafa mjög jákvæð áhrif á mannlífið hér á Ísafirði og hafa bara mjög jákvæð áhrif. Hefur eitthvað verið rætt hvenær þetta verði hafist eða handa og hvenær sjáum við fyrir að garðarnir rísi? Birgir. Já, forseti, eins og það er kynnandi fyrir okkur að þá eru þau konið með arkitekt sem er að hanna bygginguna og þeirra áform gera ráð fyrir því að þetta veri tilbúið í lok næsta árs til notkunar. Já. Orðið laust. Sigurður, gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir svörin, bæjarstjóri, og það er alls ekki svo að ég sé eitthvað á móti þessari framkvæmd, alls ekki. Þetta er bara mjög gott að efla háskólasetrið með þessum hætti og mannlífið á svæðinu. En bæjarstjóri talar að það eru 26 milljónir á þessu ári. Er það þá fyrir utan niður yfir skúra? Það er alveg sér. Þannig að það er, hvað er það, eitthvað 30 milljónir eða eitthvað sem að fara í niður yfir, það er alveg fyrir utan þessa heildartölu. Ok, þá held ég að fyrir að skilja þetta. Takk fyrir þetta. Já, orðið laust. Það hefur engin kveð sér hljós að leggja þetta undir samþykki bæjarstjórnar þeir sem eru sammála um sjálfgefið merki. Það er samþykkt 9-0. Þriðja mál dagskrá, húsnæðismál háskólanema, beiðni niðurröðu skúra við Fjarðarstræti 20 til að frá fundi bæjarstjórnar 1191 sem fór frá 14. mars að bæjarstjórn samþykki viðauka 4 við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2022 með samþykki þar með jafnframt beiðni Háskólaseturs Vestfjarða fyrir hönd óstofnaðar sjálfseignarstofnunar nemendagarða nemendagarða Ísafjarðarbæjar sjá niðurrif skúrabygginga við Fjarðarstræti 20 og afhendi þannig lóðina tilbúna byggingar. Áhrif viðaukans að samþætta á B-hluta er kostnaður upp á 37.947.487 krónur eða lækkun rekstrarafgang úr 68.120.146 í krónur 30.172.659. Orðið er laust. Birgir, gjörðu svo vel. Já, forseti, það er ekkert óeðlilegt að menn ruglist aðeins í rýmuna því að þarna er komin þessi liður sem að var kannski að þvælast fyrir að það var niðurrif á skúrunum sem að var reynt að ná inn í framlag bæjarins inn í þessa framkvæmd en það var ekki samþykkt þannig að en við vorum búin að áforma það á okkar áætlun að rífa niður skúruna á þessu ári en að það kemur þá gatnagerðargjöld á móti en það blasir náttúrulega við að við þurfum að rífa þessu skúra og það er áætlað að þeir kosti 30 milljónir. Hins vegar lítur reikningsdæmið þannig út að við ættum að ná því inn á næstu 4 árum í formi fasteignagjalda. Þannig að manni finnst það af því að þetta er verkefni sem að blasir við að við þurfum að fara í að þá sé það réttlætanlegt að gera þetta með þessum hætti og að við náum inn tekjum fyrir niðurrifinu á næstu 4 árum í gegnum fasteignagjald. Já, orðið er laust. Það hefur engin kveð sér ljós að leggja þetta undir samþykki bæjarstjórnar sem er sammála um sjálfgefið merki. Það er samþykkt 9-0. Fjórða mál dagskrá fjölnota knattspyrnuhús á Ísafirði tillaga frá fundi bæjar sem er 1191 sem fór fram 14. mars að bæjarstjórn samþykki viljayfirlýsingu Ísafjarðarbæjar og Íþróttafélagsins Vestra vegna byggingar fjölnota íþróttahús Knattspyrnuhús.
á Torfnesi og Ísafirði. Að bæjarstjórn verði falið að vinna málið áfram með íþróttafélögum. Orðið er laust. Birgir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara til þess að fylgja þessu máli aðeins eftir að þá eins og kemur fram í gögnum með þessum dagskrárlið þá fengum við erindin í bæjarráð frá íþróttafélaginu Vestra þar sem að var óskað eftir því að gera viljayfirlýsingu við bæinn það er könnuð þessi leið sem að þeir leggja til að verði farin, það er að segja að íþróttafélagið sjái fjármögnun og byggingu á knatthúsi gegn því að gera leigusamning við bæinn í ákveðin tíma en er verið að borga niður fjárfestinguna. Þessi viljayfirlýsing er samt bara rammi utan það að menn eru tilbúin til að skoða þessa leið. Þannig að hún er ekki nein skuldbindning það að verði gerður samningur. Það þarf bara að koma í ljós þegar að Vestri getur lagt fram sín plön kostnað, tímalínu, útfærslu á verkefninu. Þannig að við erum í raun ekki hér að taka ákvörðun að þetta verði byggt, heldur bara að menn séu tilbúin til að skoða þessa leið með íþróttafélaginu, hvort að hún sé möguleg. Orðið laust. Arnar, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við langar aðeins að ræða þessa viljayfirlýsingu byggingu fjölnota íþróttahús eða knattshús á Torfnesi. Ég held að við öll getum tekið undir það að slíkt hús muni skipta íþróttahreyfingunum mjög miklu máli sem kemur hér fram í forsögu þessa máls og í forsögu þessari viljayfirlýsingu. Það er alveg ljóst, þetta muni breyta mjög miklu, ekki bara fyrir knattspyrnuna, heldur líka fyrir aðra íþróttir. En það er auðvitað svolítið þannig að eitt er að vilja og annað er að geta og þetta er nú þó svo að í þessu felist engin skuldbinding nema að lýsa yfir vilja og þá allan tala ég fyrir mína hönd að ég vil helst ekki lýsa yfir vilja nema ég geti einhvern veginn staðið við viljan minn og ég sé ekki fram að við getum það. Við vorum bara að samþykkja hér við okkar bara fyrir 5 mínútum þar sem rekstrartap Ísafjarðarbæjar eru 400 milljónir og ég langar að spyrja kannski bæjarstjóra eða forseta bæjarstjórnar hvað þarf að breytast svo að við getum gert þetta og hvað þeir gera ráð fyrir að við munum þurfa að borga á ári í leigu á íþróttatímum og í aukin rekstrarkostnað vegna þessa. Erum við að tala um 70 milljónir á ári, erum við að tala um 100 milljónir. Þetta er auðvitað bara viljayfirlýsing en þetta er samt stórt mál og það er vont að vera búin að samþykkja viljayfirlýsingu og geta svo ekki staðið við hana og og þetta er líka það stórt mál og við eigum hér 2 fundi eftir þessi bæjarstjórn, ég held þessi 2, jafnvel 3 fundir, náttúrulega kosið 14. maí og þannig ég ætla að leggja fram breytingartillögu og bara við vísum þessu máli til næstu bæjarstjórnar og því ég tel að við sem hér erum þetta er ekki okkar ákvörðun að fara í byggingu þessu húsi, þetta er ákvörðun næstu bæjarstjórnar og ég tel að það færi bara vel á því að gera það. Það var viðlíka mál fyrir 4 árum, þá vorum við að tala um samningu við Hestamannafélagið Hendingu og það var ákveðið því að vísa því máli vegna uppbyggingu á útisvæði til nýrra bæjarstjórnar sem var gert og einmitt í ljósi þess að þetta væri stórt mál og það væri ekki við hæfi að gamla bæjarstjórnin myndi taka ákvörðunina, heldur væri þetta verkefni nýrra bæjarstjórnar. Og þetta var kom meira sér frá minnihlutunum og gamli meirihlutum tók bara vel í þá beiðni og þessu var vísað til nýrra bæjarstjórnar. Sem reyndar ákvað að fara ekki í málið og það er önnur saga. En þetta eru 550 til 650 milljónir sem hér ræðir. Þannig að ég er búin að leggja fram þessa breytingartillögu og málinu verður bara vísað til næstu bæjarstjórnar. En mér langar líka að spyrja hér forseta bæjarstjórnar hvernig hann sjá þetta gerast, hvað þetta verða háar áborganir sem Ísafjarðarbær muni þurfa að borga og hvernig hann sjái það rúmast innan fjárhagsáætlun og fjárhagsgetu Ísafjarðarbær og ekki síst í ljósi þess viðauka sem vorum að standa í gjafan sem var mínus 400 milljónir ef einhver er búin að gleyma því. Já. Þú vísar þessu
til forseta bæjarstjórnar og svara ég sem forseti bæjarstjórnar. Ég hef nú örugglega komið hérna sem bæjarfulltrúi líka og gera það sennilega á eftir. Ég veit ekki hvort, ég get svo sem þá bara, takk fyrir að spyrja bara svona og það er ekki að láta Jónas koma upp, sko. Ég svo sem get ekki beint svarað því að ég hef ekki séð hvað kemur upp á pakkanum hjá Vestra. Ég vil byrja á því að þakka Vestra kærlega fyrir að koma með þessa viljayfirlýsingu og þessa hugmynd, því að þeir eru greinilega á þrotum komnir með að Ísafjarðarbær muni gera þetta og vilji koma að þessu máli, því að ég þarf alltaf að fara yfir það aftur í ræðu og riti hérna hversu gríðarlega mikilvægt þetta mál er fyrir íþróttahreyfinguna. Það eru allir orðnir langþreyttir, skiptir engu máli hvort þessu foreldrar, iðkendur, þjálfarar, starfsfólk íþróttahúsa, starfsfólk HSV, það er allir orðnir mjög langþreyttir á húsnæðis og skorti á aðstöðu til íþróttaiðkunar. Það á ekki bara við knattspyrnu, því að knattspyrnan tekur rúm í öllum húsum hér, eða þessum húsum sem hægt er að komast í, bæði hér og í Bolungarvík. Þannig að við vitum alveg hvað er brýnt í þessu máli. Viljayfirlýsingin núna snýr að því að Vestri, að við sýnum vilja í því að við viljum að þeir komi að borðinu og við tökum fagnandi á móti að þeir skuli gera þetta. Þeir munu svo væntanlega þá þurfa að fara út, finna húsnæði, finna aðföng og annað slíkt og koma með þær tölur að borðinu sem að þeir telja að þeir geti byggt þetta hús fyrir. Og sú ákvörðun verður svo tekin bara síðar. Það á örugglega eftir að taka á töluverðan tíma eftir þessi viljayfirlýsing komin. En að henda þessu fyrir borð þegar að íþróttafélag kemur og vill virkilega hjálpa okkur í þessu, jafnvel gera þetta ódýrara eitthvað, ég veit ekki, ég er ekki búin að sjá hvað ég er, og segja bara nei, komið seinna, það mun ég ekki taka þátt í. Og það þarf ekki að lýsa yfir vilja mínum eitthvað frekar hérna, það vita allir hver vilji minn er. En vilji minn hefur aldrei snúið að opnum tékka, annars væri sennilega þetta hús risið. Við höfum ekki verið tilbúin að byggja þetta fyrir hvað sem er. En að segja nei við Vestra sem er að koma þetta með einhverja viljayfirlýsingu núna, vilja hjálpa okkur og taka þátt í þessu með okkur, það mun ég samþykkja. Og það mun svo bara koma á daginn hvað kemur upp í pottinu með þeim. Ég myndi áætla að þetta myndi kosta einhvers staðar milli 30-40 milljónir á ári. Ég er ekki búin að reikna það, en ég er ekki með tölur frá þeim. Þá er ég að miða við 500 milljón króna hús, cirka bát. En það fer náttúrulega eftir í hvað við gerum samning til margra ára. Ef við gerum samning til 1 árs, þá er þetta náttúrulega mörg 100 milljónir ári, 600. Ef við gerum leigusamning til 20, 25, 30 ára, þá flakkar talan eftir því hvernig leigan er. Myndi ég halda að staðan væri. Þetta var gert á sínum tíma í Hafnarfirði, þá var gerð 20 ára samningur, en ég sé svo sem alveg að geta verið gert 25 ára samningur eða 30 ára samningur. Ég sé líka alveg fyrir mér að ef þetta hús rís hérna á leigu og það fer að ára betur í Ísafjarðarbær myndir hreinlega geta keypt húsið undan leigusamningi. Ég sé það alveg gerast líka, það sé ekkert óraunhæft. Og losna þá bara undan leigusamningi með kaupa á húsin og taka þá bara yfir skuldbindingar og borga þær upp. Ég er bara að hugsa upp á þetta núna. En fyrir mér get ég ekki bara sagt núna að þetta sé bara fyrir bíó. Mér finnst við sem kjörnir fulltrúar vera ennþá kjörnir fulltrúar. Þetta er verkefni sem mun vera samningur örugglega til 20 ára, ef ekki 25. Og það er ekkert frekar næstu bæjarstjórnir eða núverandi. Ef við ætlum að hugsa svona, þá eru 4 aðrar bæjarstjórnir sem eru að taka þátt í þessu samningi. Þá getur næsta bæjarstjórn alveg eins sagt við að það sé önnur bæjarstjórn sem að taka við þessu. Og svo 3. bæjarstjórn sem að taka við þessu. Og 4. bæjarstjórn sem að taka við þessu samningi. Þá byggjum við aldrei til margar ára. Við erum kosin í bæjarstjórn núna. En ég er ekki að fara að taka ákvörðun hér yfir hvort þessu hús er byggt eða ekki, því það er bara að vera óska eftir viljayfirlýsingu og vilji minn er skýr að ég vil þetta hús og ég vil fá sjá hvað þeir geta boðið okkur í þessu. Ná þeir að gera þetta á þokkalegum prís eða ekki, þá mun ákvörðun vera tekin. En ég mun segja já við þessari viljayfirlýsingu þegar ég vil sjá hvað þeir geta gert og hvort þeir geta gert betur heldur við höfum verið að reyna síðustu 3 ár. Orðið er laust. Arna Gjörsvel. Já, forseti, ég myndi vilja þakka þér fyrir þessa útisnúninga en þá var ég hræsnari, ég myndi gera það. En það er enginn að tala að þessi bæjarstjórn ákvað 3 fundi eftir. Maður bara gerir ekki stóra samninga eða stóra yfirlýsingar þegar maður er að fara frá. Það er bara þannig. Þannig hefur það ekki verið gert.
og það er það sem ég var að vísa, annað væri útistúningur. Auðvitað, þessi bæjarstjórn sem hér tók þetta við sorpsamningunum, þannig það bara. Við hugsaum þetta ekki alltaf í 4 árum. Annað útistúningur, en þetta stóra ákvörðun, að fara í byggingu og íþróttahúsi, stóru, og það myndi ég vilja að vera gert bara með góðum undirbúningi, og þetta bara verkefni nýrra bæjarstjórnar. Og ef hún tekur í ákvæði það, þá þetta verkefni auðvitað til 20 ári. Ég ger ekki ráð fyrir öðru með að við hver rekstur á bænum akkurat núna. En það sem ég spyr sjálfa mig, með því að samþykkja svona viljayfirlýsingu, þá maður segja já, og já, ég vil gera þetta, svo bara komið að þessu og þá fara að borga, og ekkert hefur breyst í rekstri bæjarins, og þetta náttúrulega ekki hægt. Þetta ekki hægt með að við núverandi forsendur rekstarins og hann akkurat núna, vonandi náttúrulega batna, ég bara vona það svo sannarlega, en eins og staðin núna þá bara erum við bara, já, við höldum okkur vart á floti og eiginlega ekki, þannig við höfum voða litlu við að getum litlu bætt við nema þá sker eitthvað annað niður sem við þurfum alltaf að vera hugsa hvað við viljum, hvað við ætlum að setja peningorkar í, en það allavega ekkert augljóst til þess að skera niður eins og akkurat staðinni núna, til þess að finna 30, 40, 50 milljónir, það eru ekki auðfundnar. Þannig að þetta er ekki einfalt mál. Það náttúrulega ekki verið að kasta málunum fyrir borð með að vísa þessu til næstu bæjarstjórnar, það verið að ýta því fram 2 mánuði, það er nú ekki meira en það. Því ég get ekki hugsað mér að vera búin að samþykkja svona viljayfirlýsingu og láta reka hana ofan með því ég sagði nei því miður. Við getum ekki gert þetta, það er bara ekki til peningur, af því það er ekki heldur til peningur núna. Því þetta verður rekið ofan ykkur, bara þetta samþykktu, þetta ætlið að gera. Þið samþykktu það í 17. mars, þetta samþykktu því 17. mars. Ég get ekki staðið með því, ef við getum ekki gert það núna, og ég sé okkur ekki geta það núna næstu vikunar. Þannig nú bara sýn minn á þennan rekstur, því miður. En nú veit ég ekki svo sem hver kom að gerð þessara samkomulags, kannski bæjarstjóri, en það sem mér fannst eitt áhugavert í þessu, það var markmið og nánari útfærsla sem segir hér, kostnaður við nauðsynlega undirbúningsvinnu greiðist að sjálfsafla fyrir sjálfboðavinnu og styrkjum sem Vestri aflar og eða Ísafjarðarbær. Það vantar eitt þarna í samkomulagi, í viljayfirlýsinguna, erum við að gera ráð fyrir að Ísafjarðarbær sé að fara út á örkina að leita til styrkjum, eða hvernig sjá menn þetta fyrir sér? Birgir. Forseti, þetta ákvæði varðandi kostnað við undirbúningsvinnuna, að það var hugsað þannig að Vestra náttúrulega sjálfsagt sett að afla sér styrkja til þess að fjármagna það, en það er ekki hugsað þannig að Ísafjarðarbær sé að fara að sækja einhverja styrki, heldur tæki bara eðlilega þátt í kostnaði við undirbúningsvinnuna. Orðið laust. Sigurður gjörðu svo vel. Forseti, hérna nú komið mál sem að ég get ekki með nokkru móti stutt. Ekki það að ég sé á móti því að hús rísi, en það botnlaust tap á rekstri bæjarins og allt í þá áttina, að þá þetta ekki einhvern veginn forgangsverkefni finnst mér. Í þessari viljayfirlýsingu þar kemur fram að markmiðið sé að ljúka samningum milli aðila verkefnið í apríl-maí næstkomandi. Þannig að það nú ekki gefinn mjög langur tími í að vinna þetta mál. Og þá svona einhvern veginn fyllist ég nú pínu kvíða, því að þó svo það sé ljótt að segja það, og þá það nú samt þannig að skýrsla Vestra fótboltahús sem að þeir gerðu og skiluðu frá sér fyrir einhverjum, ég man ekki hvað komin 6 ára síðan eða svo. Hún hefur nú ekki staðist vel tímans tönn og ég held að mig alveg fullyrða að engar tölur í þeirri skýrslu standast eða hafa staðist.
og því held ég að það sé það er erfitt að treysta á að þær verði eitthvað betri í þetta skipti. Varðandi kostnað í svona leigu, ef við erum að tala 600 milljónir króna framkvæmda kostnað við þetta sem að Vestri myndi þá leggja út fyrir og leigja bænum húsið á, þá er það held ég alveg lágmark 30 milljónir. Ég veit ekki eiginlega hvað það þurfti að vera langur leigutími til þess að það kæmi til með að standa undir sér fyrir Vestra. Ég hugsa að hljóti nú nærði að vera 40 ár heldur en 20, og þar fyrir utan þá erum við náttúrulega að tala rekstrarkostnað á svona húsi sem að í minnisblaði Verkís frá því í janúar 2019 var metið á 35–39 milljónir. Þannig að ef við gefum okkur það að leigan er 30 milljónir á ári, þá erum við að tala 70 milljónir króna aukinn kostnað árlega, og það helviti mikið. Það er kannski rétt að einmitt svona til að setja hlutin í samhengi að þessi samningur sem var að fresta fyrir 4 árum við Hestamannafélagið Hendingu, hann var upp á 3 milljónir og á ári, og það þótti mönnum mikið í minnihlutanum þá, þannig að menn kannski sýnaði skilninga með að finnist 70 milljónir vera ansi mikið í þessu samhengi. Takk fyrir. Já, orðið laust. Þórir, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég ætla bara hef sagt að ítreka að ég myndi vilja fá hús hérna á einhvern tíma þegar það er hægt. Það er bara ekki hægt eins og er, þannig og það er fyrir sig að ég mun ekki allar líkur að ég verð ekki bæjarfulltrúi í næstu bæjarstjórn, þannig að ég tel mig ekki geta greitt þessu atkvæði, þannig að ég ætla að styðja breytingartillögu Örnu Láru að þessu verði vísað til næstu bæjarstjórnar. Þetta er stórt mál og ég legg til bara að Íþróttafélagið Vestri noti tímann og safni frekari gögnum, þannig að við vitum, það er allir að tala um hérna, við vitum ekki hvernig það verður, við vitum ekki tölur, við vitum ekki þetta, við vitum ekki hitt. Fáum aðeins frekari tölur bara fyrir þann tíma, þetta verður þá bara fyrsta mál nýju bæjarstjórnar. Það er allavega mín tillaga og ég mun samþykkja breytingartillögu Örnu. Takk. Já, orðið laust. Steinunn. Já, kæru bæjarfulltrúar og forseti, ég ætla að samþykkja þessa viljayfirlýsingu því mér langar að sjá hvað á svo að samþykkja að lokum, þessar tölur eins og Þórir er að tala um, og eins og ég skildi þá er ekkit Vestra að fara inn innar vinnu nema að þessi viljayfirlýsing sé samþykkt. Ég held að sé komið þörf á þetta, við þurfum að finna einhverja leið, hvaða leið er hægt að fara og hvort hún sé raunhæf, áður en hvort svo og hver sem verður svo sem samþykkir einhver samning að lokum. Annað verður það ekki. Já, orðið laust. Sigurður, gjör svo vel. Forseti, kannski gleymdi nú eiginlega að koma að því áðan að þetta ætti við náttúrulega núna, eða ætti náttúrulega að vera búin að vera að því, sko. Og það var nú stofnaður þetta starfshópur eða nefnd sem átti að taka fyrir framtíðarskipulag á Torfnessvæðinu, og það hefði nú alveg verið bara fínt ef að sú nefnd hefði haldið áfram þeirri vinnu sem hún átti að vera í og skilaði einhverju af sér, þannig að það væri þá með svolítið komin einhver planuð að hvernig menn vilja hafa þetta svæði, þannig að það væri þá með svolítið hægt að gera einhvað. Það væri þá hægt að fara í það að bæta aðstöðu fótboltamanna á þess að fara í
framkvæmd af þessu tagi sem eru fleiri 100 milljónir og vandséð að verði með einhverjum hætti ódýrara á þessum tíma þegar að öll aðföng í byggingariðnaði eru að hækka heldur en þau voru í þau 2 skipti sem að búið er að bjóða þessa byggingu út. Takk fyrir. Orðið laust. Jónas, ég fann kannski að segja eitt orð. Já, Kristján, við beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vil bara ítreka vilja minn við að sjá hvað kemur út úr þessu. Ég er ekkert, ætla ekki að segja nei hér að því að það er stríð í Evrópu og mögulega hækkun. Ég ætla ekki að segja nei hér að því að það er ekki búið að finna peningana akkurat. Ég er ekki að samþykkja, ég loka samningu í þessu húsi og mig dauðlangar bara að grafa allstaðar niður og finna allstaðar einhvers staðar möguleika að koma þessu mjög mikilvæga og þarfa verkefni á koppinn. Þess vegna mun ég hafna tillögu Örnu og samþykkja þetta ef það fer svo langt. Varðandi nefndina með húsið, með Torfnesvæðið, þá var það skilgreint í kringum íþróttahúsið. Það hafði ekkert að gera með þetta svæði sem búið var að tilgreina með sem knattspyrnuhús, svo nefnd. Svo varðandi það að bæta aðkomu knattspyrnumanna, þetta snýr ekkert bara að því að bæta aðkomu knattspyrnumanna. Þetta snýr að því að bæta aðkomu blakfólks, körfuboltafólks, handboltafólks og fleiri sem eru að nota húsið. Það vita allir sem eru hér inni, sérstaklega þeir sem eru í tengslu við íþróttahreyfinguna, hvers konar svakalegt vesen og kraðak það er orðið þetta hús. Það falla niður orðið 100 æfinga hjá börnum og fullorðnum á ári. Þannig að þetta snýr ekkert bara að knattspyrnumönnum. Og bæting af aðstöðu knattspyrnumanna, ef við ætlum til dæmis að fara að setja pening í það að setja nýtt gervigras á völl sem var gerður of lítill á sínum tíma og eru ólöglegur fyrir elstu flokka og meistaraflokk, það finnst mér líka bara peningaustur. Það má ekki spila á þessum velli. Að fara að setja gervigras á aðalvöllin án hús mun ekki breyta neinu með kraðaki í Torfneshúsinu. Þessi völl verður aldrei upphitaður án þess að við finnum heitt vatn. Og það er enga líkur á því næstu árin að ég myndi halda. Það myndi vera allt og kostnaðarsamt og ef það er að tala um rekstur á okkur þá verður aldrei skrúað á heitt vatn og stórum knattspyrnuvelli. Þannig að bætt aðstaða fyrir veturinn mun ekki koma með gervigrasi aðalvelli. Gervigrasi aðalvelli mun aftur á móti bæta iðkun knattspyrnu yfir sumar vor. Það fer náttúrulega eftir í hvenær vorar og hvenær haustar. Það er mjög misjafnt og ekkert að treysta á það. Þannig að það er bara þannig að aðstæðan hjá okkur er bara algjörlega glötuð. Á næsta ári getum við haldið upp á 20 ára afmæli gervigrasvallarins og hann er með sama gervigrasi. Það var lagður 2003. Hann er fann að valda meiðslum á börnum, fullorðnum og er orðinn hættulegur. Grasvöllurinn okkar hefur sennilega ekki verið lagt nýtt gras á hann síðan 1981, ekki drenaður, ekki lagt í hann. Ísafjarðarbær hefur ekki farið í stóra framkvæmd fyrir íþróttahreyfinguna síðan gervigrasi var lagt 2003 að einhverju marki. Það var 60 milljóna króna framkvæmd held ég sem að ÖMFÍ kom með mótframlag á móti. Þar á undan byggði ríkið með okkur íþróttahús árið 1994 var það tekið notkun. Það tók nú örugglega 10 ár í byggingu eða áleika. Ég man og ég æfði fótbolta þar á Steinstöpu 2 vetur, því það var ekki hægt að klára það. Þar á undan sennilega sundlaugin 1956 eða einhverja skíðalyftur með hjálp annarra. Þessi framkvæmd, ef við komum henni í gegn, og við viljum ekki einu sinni líta á að hvort við komum henni í gegn, mun stórbæta íþróttaiðkun og bara, ég hef orðað það bara, framtíðarsýn okkar sem bæjarfélags. Því að það er í alveg fólk að flytja frá svæðin út af þessu. Það er ekki eins og lygi. Ég farið með þess að ræðu mörgu sinnum hvað fólk lítur á íþróttaiðkun barna og hitt merkilegu. Það skoraði í öðru sæti í könnun breiðastofnunar hjá sveitarfélögum í kringum 1000-1500. Ég hafi heyrt þessa ræðu, ég nenni ekki að vera að trufla ykkur með henn aftur. En þetta er bara mér svo hjartansmál að ég get ekki
ekki einu sinni kíkt í hennan pakka sko. Þannig að takk fyrir. Ég fer Kristján að þjóttmyndarins, gjörðu svo vel. Orðið er laust. Var ykkur beint að þér eða? Er þetta svar ykkur eða? Auðvitað máttu koma fyrir. Ég má leiða það. Þakka þér, forseti. Það væri ekkert sjálfgefið að hleypa mér hérna í þriðaskipti. Ég veit það. Langt í frá. En þarna, ég samt aðeins verða aðeins að benda á nokkur atriði sem að bæjarfulltrúi Kristján Þór hendi hérna. Það getur alveg verið rétt að fólk sé að flytja hérna á svæðinu vegna þess að það sé ekki nægilega góð aðstæða til íþróttaiðkunar. Ég ætla ekki að hrædda fyrir það. En einhvað séð, ég verð samt sem að vera í því sambandi að benda á það að á hverju ári þá fer nánast heil árgangur af krökkum í burtu af því að þau eru að fara í skóla. Sko. Og það er engin hérna, ég hef ekki heyrt nokkurn mann tala um það að efla eða setja viðlíka peninga í háskólanám eða eitthvað svoleiðis hérna til þess að reyna að halda í þessa krakka. Ég held að sonur minn sem er 20 ára, ég held að sé 4 úr hans árgangi hérna núna. 4. Þannig að það eru 30-40 krakkar sem það farið í burtu til að mennta sig, sem er bara mjög gott. Og það er alltaf eitthvað sem svoleiðis sem gerist. Ég held að það sé ekki nærri því svo margir sem flytja í burtu út af ónógri aðstöðu til íþróttaiðkunar hér. En aðeins að Torfneshúsinu sjálfu sem við erum með núna. Ég þekki það alveg sjálfur hvað húsið er umsetið. Ég er alveg vel inn í íþróttahreyfingunni og starfa þar alveg. Og þannig að ég veit að þær æfingar sem við eigum í Blakinu á laugardögum, þær eru nánast aldrei. En það er svo sem oft sem að við kallaliðið er að taka þennan tíma sem að þeir eiga þessu. Við eigum alltaf fullt að heimaleikjum hérna. En að hvaða leyti kemur fótboltahús til með að koma í veg fyrir það að þessar æfingar falli niður? Fótboltahús kemur ekki til með að breyta því vegna þess að við erum hérna með körfum, við erum mjög öflugt starf í körfunni, við erum mjög öflugt starf í handboltanum og alveg prýðilegt starf í Blakinu, þó ég segi sjálfur frá. Og þessi félög, þau eru að keppa hérna í vetur og þau eru að taka þessa æfingatíma af iðkendum, öðrum, og það kemur ekki til með að breytast þó sem að koma fótboltahús. Jú, reyndar að því leyti til að þeir sem æfa fótbolta, þeir missa ekki æfingatíma sín. Þannig að ef menn vilja bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar, þá kannski þyrftum við að horfa í það. Við þurfum kannski bara annan íþróttasal með parketti. Kannski er bara ekkert nóg að byggja hérna hús með grasi, kannski bara þurfum við bara annan sal með parketti til þess að bæta úr þessu, því að þetta er alveg vandamál líka. Takk. Jónas, ég fæ kannski að. Já, Kristján beðið orðið. Já, svona fyrsta af þessu með helgaríðunar. Fótboltinn er með helling af æfingum miðri viku líka. Það væri hægt að færa þær æfingar, allar æfingar, helgaræfingarnar, yfir á þá tíma og reyna að nota helgarnar bara undir leiki. Það myndi fjölga æfingum og leiki. Þannig að það eru æfingar sem fótboltinn færi út úr húsinu virkundegi sem að Blakið, Karfan og handbolti myndi nota. Þannig að klárlega myndi það að losna við fótboltinn út, fjölga æfingum, sem og að það myndi fara miklu minni, þetta miklu færri æfingar út vegna leikja á helgum. Þannig að auðvitað myndi það gera það. Það færast æfingar yfir að virkadaga líka, sko. Ekki gleyma því. Annað, með háskólanám og annað slíkt, ég veit ekki hvort að Ísafjarðarbær ætti að vera að leggja peningi í háskólanám, mér finnst það nú vera ríkisins, en aftur á móti, þá fara börn hérna og hafa alltaf gert í nám í burtu. Og ég held að sé að öllum hollt að fara annars lagi kannski í burtu, þó að þeir sem vilji vera hér að læra, við höfum að reyna að hjálpa þeim. En ef þeir fara suður, ná sér í maka og vilja koma heim
þá ættum við nú að vera með almennilegt sveitafélag, með almennilum innviðum og almennilegu knattspyrnuhús og almennilegu íþróttahús og almennilegu grunnskólum til þess að við getum fengið fólki hingað vestur. Ég fel Kristján stjórnfundarins. Og það er laust, Jónas, gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég styð heilshugar það að samþykkja þessa viljayfirlýsingu. Mér finnst við skulda krökkum og skulda fjölskyldufólki í bænum að gera allt sem við getum til þess að bæta aðbúnað fyrir íþróttaiðkun í bænum okkar. Auðvitað er ekki hægt að gera það fyrir hvað sem er, en við skuldum þeim að reyna eins og við getum að finna leið til að lesa þetta. Og ein leið er þessi að fá utanaðkomandi aðila sem er vestri til að hjálpa okkur að reyna að klára verkefnið. Sjá hvað þeir geti gert með okkur og taka afstöðu til þess. Mér finnst við skuldum þessu fólki að reyna allt sem við getum. Takk. Já, og það er laust. Það er ekki hversi hljós að byrja ég á að leggja tillögu Örnu að fresta málinu eða fella málinu og færa til næstu bæjarstjórnar, vísa næstu bæjarstjórnar, þeir sem eru sammála því sjálf skilja merki, þeir sem eru á móti sjálf skilja merki. Svo til að það er fellt með 5 atkvæðum 4, þá legg ég til þessa viljayfirlýsingu til samþykktar, þeir sem eru sammála því sjálf skilja merki. Gjör svo vel. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Ég ætla að gera grein hérna fyrir atkvæði mínu við þessari tillögu að samþykkja viljayfirlýsingu. Og bókunin mín er svona varðandi þetta mál. Ég ætla þess að fá að setja bókun við þessa tillögu sem ég mun senda bæjarritara þegar ég er búin að lesa hann upp. Og bókunin er þannig: ég fagna því að Íþróttafélagi Vestris er tilbúið að taka að sér það verkefni að reisa knatthús fyrir íþróttahreyfinguna sem mun hafa jákvæð áhrif á alla innanhús íþróttaiðkun á svæðinu. Hins vegar, eftir ígrundaða umhugsun get ég ekki samþykkt nánast opinfjakka á sveitarfélagið og ljúka gerð samnings á síðustu metrum þessa kjörtímabils. Og ég er búin að hugsa þetta mjög mikið. Lá mér sandvaka í nótt meðan ég var að hugsa þetta. Við sveitarstjórnarfulltrúar berum ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins og á því að það veiti skilgreinda grunnþjónustu. Eins og staðan er núna er óvissa í efnahagsmálum á Íslandi sem tengist stigvaxandi vöxtum og komandi kjarasamningum. Slík óvissa getur haft mikil neikvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins. Enn er ekki fyrir séð hvaða afleiðingar hinn skelfilegur ófriður í Evrópu, Kristján, við klikkum í saman bóks, mun hafa, en OECD hefur varað við hrávöruskorti og vaxandi verðbólgu. Því tel ég nauðsynlegt að stíga varlega til jarðar og lofa ekki stórframkvæmdum sem geta haft mikla rekstraraukningu för með sér, sérstaklega þegar fyrir liggur að ný bæjarstjórn mun þurfa að bera ábyrgð á slíku máli. Ég vona þó að á endanum rísi knatthús sem sáttur með aðkomu íþróttahreyfingarinnar, með aðkomu einkaaðila og með aðkomu sveitarfélaga við Djúp. Og að því sögðu þá ætla ég að gera grein fyrir atkvæði mínu sem er að ég ætla að setja hjá í þessu máli. Þá er ég bara eftir að spyrja, er einhverjar á móti? Það er 5 atkvæði, 1 á móti og 3 sitja hjá. Klart. 5. mál á dagskrá. Minjasjóður Önundarfjarðar. Stjórn tillaga frá forseta að kjósa Birgi Gunnarsson bæjarstjóra, bæjarfulltrúa, sem fulltrúa Ísafjarðar bæjar í stjórn Minjasjóðs Önundarfjarðar í stað Helenu Jónsdóttur í samræmi við 5. tölulið C-liðar 48. grein samþykktar stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarskjöp bæjarstjórnar. Orðið er laust. Sigur, gjör svo vel. Forseti, ekkert persónulegt, en er það ekki rétt skilað að bæjarstjóri er að fara í annar starf eftir 2 mánuði? Mér finnst nú alveg skynsamlegt að fresta málinu þangað til að það er búið að finna nafn á einstakling sem er til í að sitja aðeins lengur en það. Birgir ætlar að svara þessu. Forseti, mikið innilega er ég sammála Sigurði að ég hefði gjarnan vel að losna við þetta, en staðan er hins vegar svo að
Stjórnin getur ekki skrifað undir nauðsynlega pappíra sem það er að skrifa undir vegna þess að Helena sem að var verkefnastjóri okkar á Flateyri er búsett tímabundið í Afríku og pappíra sem að fara til sýslumanns þarf að skrifa undir með gamla laginu, það er ekkert að skrifa undir rafrænt. Þannig að við verðum í rauninni að breyta en síðan verður kosin ný stjórn strax í kjölfar kosningana í vor. Þannig að þetta er í rauninni bara tímabundin ráðstöfun þangað til kemur að kosningu. Já, orðið er laust. Það hefur ekki kveðið sér hljóðs að leggja þetta til samþykki bæjarstjórnar þess að vera samanlega sem salskei merki. Samþykkt 9-0. 7. mál bæjaráð fundargerð 1190, fundargerð 6 liðum frá 7. mars. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. Fundur bæjaráðs undir liðunum sem ég er að fara eða þú varst. Já, gjör svo vel. Forseti, það er nú hérna út af lið 3 í þessari fundargerð sem að mér langaði nú aðeins að koma upp. Það sem að sveitarfélagið Vogar hveiti sveitarfélagið landsins og samband íslenskra sveitarfélög til að veita umsókn og taka afstöðu til frumvarps um laga sem að veita Landsneti framkvæmdaleyfi gegn vilja sveitarfélagsins. Ég hefði nú alveg viljað að tækjum umræðu um þetta og stæðum með Vogum það að skipulagsvaldið væri sveitarfélaginu, ekki ríkisins. Ég veit ekki betur en við höfum staðið líka meira sem er Reykjavík þegar þeir eru meira sem er Reykjavík þegar þeir eru að leggja niður flugvelli sem er einu af okkar lífæðum til borgarinnar, þannig að ég finnst nú alveg viðeigandi að þetta væri rætt og komið með eitthvað góð ályktun um þetta. Takk. Já, það var þá ykkur að koma með hana en ég er bara hérna til að stjórna fundum. Þannig að orðið er laust. Það er lagt fram til kynningar. Fundur bæjaráðs nr. 1191 haldinn 14. mars. Fundargerð 12 orðið er laust. Lagt fram til kynningar. Fundur fræðslunefndar nr. 437 haldinn 10. mars. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. Fundur íþrótta- og tómstundanefndar nr. 230 haldinn fundargerð 2 liðum. Orðið er laust. Lagt fram til kynningar. Gjör fleiri mál á dagskrá og fundur slitið klukkan 17:49.